Sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Klettur. Við eigum ekki að treysta því að sumarið sé loksins komið. Allavega skín sól á lofti og já, það er óvægt að vera á skyrtunni úti við. Vonum að fara ekki að kólna aftur og jafnvel snjóa. En við ætlum að hefja leikinn í dag í Borgarfirði eystra. Þar er reyndar ennþá snjór jafnvel alveg niður í byggð. En krakkarnir í grunnskólanum þar láta það ekkert á sig fá. Það var valvika í síðustu viku, krakkarnir fengu að skella saman pókonum og velja sér eitthvað til að dunda við, búa til listaverk eða fara í íþróttir, semja tónlist eða leiklist, bara nefndu það. Og síðan þegar upp á staðið buðu þau foreldrunum og systkinum sínum að koma í skólan og skoða það sem þau höfðu verið að gera og jafnvel smakka á þeim réttum sem að krakkarnir höfðu eldað. Við skulum bregða okkur í grunnskólan en þangað fóru þeir Gunnar Gunnarsson og Hjalti Stefánsson myndaði. Góðan daginn, kæru landsmenn, borgfirðingar, kennarar og nemendur. Við í eldri deild fórum í matreiðsluval í viku. Byrjaði það á fimmtudeginum 7. maí og endaði miðvikudaginn 13. Hún Hólmfríður okkar var leiðbeinandinn í þessu frábæra vali og hjálpaði okkur eins mikið og hún gat. Eldri krakkarnir þau völdu matreiðslu sem svona ákveðið þema þessa daga og hafa eldað hérna nokkra rétti kannski á hverjum degi. Og yngri krakkarnir þau völdu bæði innan lista og íþrótta og voru í myndlist, leiklist, fóru í taekwondo og fóru í smiðju þar sem að þau smíðuðu fugla. Þetta er svona val sem að þau hafa nánast alfarið komið að því að ráða fögunum sjálf eftir því bara hvað kennarar treysta sér í að fara með þeim í. Og þá er hugsunin svo að kennararnir séu í raun og veru þeim líka til aðstoðar frekar en að vera svona sérfræðingar á því sviði sem þau velja. Við elduðum alls konar mat frá ýmsum löndum og bara nutuðum vel. Og hvaða mat voruð þið að elda? Sushi og nautalund og bara alls konar sko. Og líka muffins og eitthvað svona, já. Þessi eldið, var þetta gott? Já, mjög gott, sérstaklega nautalundin. Hún var í uppáhaldi. Ja, hvernig kom til að þið völduð þetta? Bara, þetta er mjög gaman að læra svona að elda og gera ýmislegt. Og hvað var mest gaman að elda? Það var ísinn. Af hverju? Af því ís er góður. Það eru 16 nemendur í grunnskólanum og það eru 6 nemendur í leikskólanum. Gaman að segja frá því að leikskólatalan nemendur í leikskólanum þeim fjölgaði umtalsvert og eru nú tvöfalt fleiri en við byrjuðum í haust. Og það eru 7 starfsmenn fyrir utan skólabílstjóra. Ég var að smíða búið til svona mósaíkverk með flísum og við röðum. Við máttum ekki að hafa þær heilar þegar það er of mikið. Þurftum að mölva þær. Hvernig mölvar maður svona flísar? Maður setur pappír ofan í pappakassa og svo komið hamar og mölvara. Við bara opnuðum hugann og spurðum okkur að því hvað treystum við okkur til þess að bjóða nemendum upp á og þar fyrir utan þá komu nemendur með tillögur að vali. Við fengum svona blað sem við áttum að merkja inn, eitt og það sem við vildum í fyrstu og síðan það sem við vildum í númer 2 eða eitthvað og það völdu allir matreiðslu og þannig við fórum með matreiðslu. Hvað stendur upp úr? Nautalundin og að gera piparostasósuna, það var mjög skemmtilegt. Tilgangurinn er fyrst og fremst að auka fjölbreytni í skólastarfinu og að nemendur hafi eitthvað það að segja hvað þeir eru að læra. Þannig viljum við virkja áhuga þeirra og svona þennan hvata til þess að afla sér fróðleiks. Og já, það er líka mjög gott tækifæri fyrir okkur kennara til dæmis til þess að iðka fjölbreytta
kennsluhætti og taka fjölbreytta kennsluhætti inn í námið hjá krökkunum. Það svona markmið sem við höfum í skólastarfinu. Það að auka á fjölbreytta kennsluhætti. Hvað var skemmtilegast í Valvíkunni? Taekwondo. Af hverju? Því að þá var maður að verja sig og æfa að verja sig og berjast við annar mann. Við byrjuðum á því að reyna að opna skólann svolítið og fá bæði foreldra og samfélagi meira inn í skólastarfið. Foreldrar þeim boðið að koma í heimsókn og segja frá sinni skólagöngu sem var mjög áhugavert verkefni í vetur og við höfum líka haft það þannig að við kennum ensku og dönsku til skiptis eftir vikum. Við erum með enskuviku og dönskuviku þannig að öll tungumálakennslan nánast í öðru tungumálinu yfir veturinn og það hefur reynst alveg rosalega vel. Krakkarnir finna mjög mikil mun og það sem við finnum líka að áhuginn á dönskunni vaknar í raun og veru frekar en dofnar sem bara verkefni sem mjög margir skólar að glíma við. Það að halda þessum áhuga í dönskunni lifandi. Krakkarnir höfðu gaman að þessari tilbreytingu og söknuðu námsbókana ekkert sérstaklega mikið á meðan Valvíkan stóð yfir. Nei, ekki mikið sko. Það bara gott að taka smá frí frá náminu og svona. Það eru tímar á dagskrá hjá okkur sem heita Söngur og samskipti og þar við í raun og veru að iðka nemendalýðræði. Við erum að spjalla saman það sem við viljum gera og hvernig skólinn okkar og við nefndirna, við erum til dæmis með umhverfisnefnd í skólanum. Hún starfar í þessum tíma og skóla og nemendaráði sem sagt. Og þannig að við erum með virkt nemendalýðræði. Það svolítið til galdur að fá nemendur til þess að taka þátt í þessu nemendalýðræði í staðinn fyrir að vera kannski alltaf að tala það. Þannig að við erum að reyna að iðka það meira en að tala það. Hvernig að vera skólastjóri í svona litlum skóla? Það bara dásamlegt. Það hefur líka verið erfitt. Það hefur bara verið í raun og veru alls konar. Það ekki minna starf að vera skólastjóri í litlum skóla en stórum. Það bara öðruvísi. Það kannski ekki, þú þarft að vera í kennslunni, maður í kennslunni, maður í Excel-skjölunum og í starfsmannahaldinu og þessu öllu. Ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt starf. Næst skulum við bregða okkur til Seyðisfjarðar en íbúum þar fjölgaði nú heldur betur síðustu helgi. Þarna komu gestir frá öllum landshornum held ég, Lionsmenn sem voru að þinga. Þarna var haldið 60. Lionsþing hreyfingarinnar og það má reikna með að það bil 250 manns hafi verið í lokaveislunni sem haldin var í íþróttahúsinu á staðnum. Við skulum heimsækja þingið og spjalla við nokkra þingfulltrúa. Við erum að halda þetta þing ásamt Lionsklúbbnum Múla og Fljótsdalshéraði og það var á þingi á Akureyri fyrir 2 árum síðan sem við sendum inn umsókn og buðum Seyðisfjörð fram sem þingstað og þessa 2 klúbba sem þinghaldara og eru gististaðir bæði hér og upp á héraði sem eru nýttir í þetta þing. Klúbbarnir eru tæplega 90 landið, 2300 félagar. Okkur hefur aðeins fækkað en við erum að fá líka yngra fólkinn sem ánægjulegt eins og hér. Það margir klúbbar hér á Seyðisfirði eru mjög öflugur klúbbur, mjög gott starf og næstu klúbbar upp á Fljótsdalshéraði. Margir klúbbar eru líka með háan meðalaldur en þeir starfa vel og skila sínu og til dæmis eins og í þessari Rauðufjarðarsöfnun þá tóku allir klúbbar á landinu þátt.
sem var mjög ánægilegt. Nú, það nú til síðast að mæta á Lionsþing þegar þau eru haldið og mér þykir nú ekki leiðinlegt að koma hér á Austurlanda því ég nú hér fæddur og uppalinn til 12 ára aldurs, þannig að mér varst alveg tilvalið að koma hingað austur. Hvers vegna ert þú virkur í Lionsklúbbi? Ég bara vil endilega láta gott að mér leiða fyrir mína heimabyggð og þess vegna þá tilvalið að starfa í Lions. Mér þótti nú bara við hæfi að taka þátt í einhverjum félagskap. Ég hafði nú verið fyrir sunnan áður en ég kom hingað austur í Oddfellow og hér var naut þessa Lions klúbbs og ég gekk í hann eftir að mér hafði verið boðið í hann af ágætnum vinni mínum. Ertu búinn lengi í Lions? Ég búinn að vera í einhver, held ég, 15 ára eða svo. Þetta hefur verið bara mjög ánægjulegur, skemmtilegur tími. Ég hef mjög gaman að félagsmálum, mjög gaman að kynnast nýju fólki. Það gerir maður í Lions. Skemmta mér með fólki líka og taka þátt í svona þingum mjög skemmtilegt. Síðan öflum við fjár í klúbbunum og gefum af okkur, leggjum lið. Það eru kjör- og Lions-hreyfingarnar, við leggjum lið. Ég hef mjög mikla ánægju að taka þátt í því. Það mikið atriði í svona starfi eins og Lions-klúbbarnir eru að við höfum gaman af starfinu því að ég held að það myndi enginn endast lengi í svona starfi ef að það væri ekki gaman að því og það vissulega stór þáttur í þessu en hér farið yfir ýmis mál varða hreyfinguna bæði á innanlands og á alþjóðavísu og svo eru valdir einstaklingar í þau embætti sem að hreyfingunni tilheyra. Fyrirkomulagið þannig að klúbbar sækja að halda þing og tilefni þess að klúbburinn hér á afmæli, klúbburinn á Fljótsdalshéraði á afmæli, þeir eru saman með þetta þing og Seyðisfjarðar kaupstaður með sitt afmæli, að þá sóttu þeir vegna þess að geta haldið þingið á afmælisárinu og svo næsta ári það í Mosfellsbæ, þá þeir afmæli og þetta mjög oft ef að klúbbar eiga afmæli þá sækjar að halda þing, hafi þeir húsnæði til, fyrra var það á Sauðárkrók, þar var afmæli líka, þannig að þess vegna erum við hér á Seyðisfirði, það út af afmæli klúbbsins. Klúbbarnir á Seyðisfirði og Fljótsdalshéraði sáu þetta þingald og félagar þeirra frá Eskifirði komu einnig að lokahátíðinni en þessi 3 klúbbar eiga afmæli á árinu. 50 ár eru frá stofnun klúbbanna á Seyðisfirði og Eskifirði en Lions-klúbburinn Múli á Héraði 45 ára. En það ekki bara karlar innan hreyfingarinnar, til dæmis fjölmenntu konur frá Selfossi til þingsins. Þessa myndir erum við náttúrulega ansi margar að taka þátt í þessu þingi og ég rosalega stolt af konum mínum. Yfirleitt koma bara 3 stjórnarmenn á þing en við erum hérna 9 konur. Og bara, ofsalega kraftmiklar og skemmtilegt. Gaman að fá þennan stuðning frá þeim að koma allega þessa leið. Hvernig gekk að smala þessum fjölda austur á Seyðisfjörð? Það bara svo auðvelt með því að segja þeim hvað gaman að taka þátt í þessu og þær vita hvað gaman í klúbbnum mínum og þá fylgja þær. Það ekkert erfitt. Og hver svona yfir árið, hver stærstu verkefnin hjá Emblu? Stærstu verkefnin okkar verkefni sem við erum búin að vera stoltastar af alltaf frá stofnun í 25 ár að við höldum úti diskóteki fyrir fatlaða einstaklinga á Selfossi og það gerum við 2 á vetri og þetta það verkefni sem við erum allra stoltastar af. En auðvitað erum við líka í svona ýmsum fjármögnunum, við seljum jólakort og við erum að styrkja ýmis góð málefni. Klúbburinn minn ásamt klúbbum á svæðinu mínu í Árnessýslu. Við söfnum fyrir svona hjartahnoðtæki í sjúkrabílan okkar og það nú þegar farið að koma góðu gagni og við erum mjög stoltar að taka þátt í svona verkefnum. Frá upphafi klúbbsins held ég mér sé óhætt að segja að langstærstu verkefni og eru í rauninni enn í dag eru tækjakaup eða styrkja tækjakaup fyrir sjúkrahúsið hér á staðnum. Því að sérstaklega eins og undanfarin ár bara vegna niðurskurðar og annað þá hefur peningar til tækjakaupa þá hafa þeir verið mjög skornum skammti og verið mikilvægt fyrir slíka stofnanir að hafa svona félög eins og Lions-klúbbarna. En undanfarin ár þá höfum við verið í mjög góðu samstarfi við hollvinasamtök sjúkrahússins hér á staðnum og tækjakaupin og
nú bara fyrir, ef ég man rétt það bil 2 árum síðan var fjárfest í rafdrifnum rúmum fyrir á allavega næstum allar sjúkrastofur. Ég held að séu nú reyndar einhver rúm ennþá á gömlu gerðinni í notkun en flestir sjúklingar eru komnir í rafdrifin rúm í dag. Þökk sé þessu söfnunarátaki sem var farið í þá. Hver eru svona helstu áhersluverkefnin hjá Íslensku Lionshreyfingunni þessar myndir? Á þessu ári þá vorum við með sjónverndardag í haust. Það alþjóðaforseti Lionshreyfingunnar sem heitir Joe Preston. Hann leggur áherslu á sjónvernd og við höfum lagt mikla áherslu á það líka hér og við vorum til dæmis með sjónverndardaginn eins og við nefndi áðan í haust. Síðan vorum við með, núna í miðjan apríl, þá vorum við með Rauðufjaðrasöfnun. Söfnum það fyrir blindrahundum og það vantar 2 nýja blindrahunda og við söfnum fé fyrir þeim. Ertu búin lengi í Lions? Ég búin að vera síðan 1998. Og hvers vegna kaustu að starfinu Lionshreyfingarinnar? Þetta bara, mér finnst voða gott að láta gott að mig leiða og leggja lið og það getur gert með betri árangri með mörgum og Lionsklúbburinn minn bara svo frábær félagskapur, ég á mínu bestu vinkonur þar, yndislegar konur og bara skemmtilegt og gefandi í alla staði. Þetta alþjóðleg hreyfing, hversu miklu máli skiptir alþjóðastarfið fyrir íslenska klúbbinn? Það skiptir mjög miklu máli að vera í samstarfi við erlenda aðila, erlenda Lionsfélaga og við heimsækjum til dæmis Norðurlandaþjóðirnar. Þar erum við með svokallað samstarf sem heitir NSR og við höldum NSR þing á hverju ári, alla Norðurlandaþjóðirnar og það haldið til skiptis í Norðurlandaþjóðlöndunum. Sem sagt á þessu ári verður það næsta ári í Finnlandi 2017, þá verður það hér á Íslandi. Og það einmitt 100 ár 2017 fyrir Lionshreyfingi og stofnun. Það afmælis ár. Síðan ég fór að velta þessu fyrir mér öllum þessum málum, góðgerðarmálum og sjálfboðaliða starf og öðru, þá hef ég verið mjög hrifinn af þeim verkefnum sem að Lionsklúbburinn hefur verið að vinna að. En í rauninni má segja að ég hafi samt ákveðið bara sem barn að verða Lionsmaður því að afi minn heitinn, hann var formaður í klúbbnum tíma sem að ég stoltur af að vera komin í þau spor og sagði í rauninni sem barn að ég ætlaði að verða Lionsmaður eins og afi og það nú kannski stærsta ástæðan þó að verkefnin séu vissulega stór þáttur í þessu. Frá Seyðisfirði ætla ég að fara með ykkur aftur til Borgarfjarðar eystri. Það gaman að koma þar í þorpið á Bakkagerði og fara niður að höfninni. Þar oft fjölskrúðugt fuglalíf. Þarna gamla höfnin sem þótti nú ekki góð í eina tíð. Þess vegna réðust Borgfirðingar í að byggja aðra höfn og henni var valinn staður út við höfn. En þar var ein besta höfnin frá náttúrunnar hendi og þangað komu til dæmis kaupskipin í eina tíð. Það til dæmis talið að Englendingar hafi komið þar að þegar þeir voru að stelast til að versla við Borgfirðinga í eina tíð. En höfnin þarna mjög falleg, það hefur verið unnið við hann í áföngum síðan 1973 og nú hefur fengið viðurkenningu frá alþjóðlegum samtökum í umhverfismálum, svo nefndan bláa fána. Og það voru 2 hafnir á Íslandi sem fengu þennan fána fyrst, það höfnin sem sagt í Borgarfirði og höfnin í Stykkishólmi. En þarna mikil lundabyggð, auk þess að vera mjög góð höfn. Lundabyggðin í Hafnarhólma og Hafnarhólma þekkir Magnús Þorsteinsson bóndi í höfn manna best. En það margir ferðamenn sem koma til Borgarfjarðar og margir þeirra, jafnvel 8-10 af hverjum 100, koma gagngert til þess að fara í hólman og skoða lundan. Hann kom fyrra á móti, hann kom með 2. apríl sem fyrstu lundandi koma en hann verið ákvæmlega laus við lundafarið í þessari leiðanlegu tíð sem það hefur verið. Þannig að það meira séð dagar sem hann hefur ekkert komið upp í hólma.
En öllu venjulegu þá væri hann búinn að verpa núna. Nú er lundin byrjaður að verpa og Magnús segir að stofninn í hólmanum sé alltaf að sækja í sig veðrið. Gömlu lundarnir koma í sínar gömlu hólur ár eftir ár en ungfuglinn þarf að grafa nýjar hólur. Leyfi hann sér að setjast í hólur þeirra eldri verður úr blóðugur bardagi. Heimamenn fagna lundanum með sérstakri hátíð. Þá er rennt í staup, helst til lítil staup segja þeir enda sumir og skálað fyrir þessum fallega fugli líkt og gert er í Noregi. Þetta er lofund í Noregi, það er eigað þarna ekki langt fyrir norðan Þrándheim. Og þeir hafa þann sið þar að þeir taka á móti lundanum 14. apríl og ljóða því túrista að hann komi alltaf 14. apríl. Og það mæti þannig, já ég held fleiri hundru manns og þetta er að taka á móti lundanum. Þeir kalla ekki á túristana fyrir en að þeir eru vissir um það að allur lundin er komin. Því að lundin kemur upp að, já, hann kemur á kvöldin, fyrstu svona viku, halva mánuðin, þá kemur lundin upp á varstöðunar á kvöldin. Já, ef til vill ættu Borgfirðingar að vinna því næstu árin að markaðssetja Borgarfjörð ellendis fyrir áhugamenn fugla til að koma í Borgarfjörð til að fylgjast með því þegar fuglinn sest upp í björgin og þá mætti líka skála í leiðinni. En þrátt fyrir veðurfarið eru ferðamenn þegar farnir að streyma út í Hafnarhólma til að skoða fuglinn, nær eingöngu erlendir ferðamenn. En Hafnarhólmi og Lundin eru einn sterkasti segull Borgarfjarðar á ferðamenn. Ég vissi að hann sé heilmikið svirði því að líklega meiri hlutin af erlendu ferðamennu sem kemur hér, þeir koma til þess að mestan part eða jafnvel eingöngu til þess að skoða lundan. Til að auðvelda aðgengi að fuglunum hefur verið byggður stígi upp í hólmann og þar eru útsýnispallar sem gefa góða yfirsýn yfir lundabyggðina. Heimamenn telja að hvergi í heiminum sé hægt að komast í slíkt návígi við lundan og í Hafnarhólma. Og þarna er ekki bara lundi, þarna má líka sjá ritu og nú er æðarfuglinn einnig að setjast upp. Magnús nytjar varpið og það þarf að búa vel að kollunum. Þarna er til dæmis Hótel Borg, en Magnús býður einnig upp á íbúðagistingu, já í raðhúsum og jafnvel einbýlishúsum. Vegna kuldatíðar er æðarfuglinn ívið seinna á ferðin verið hefur undanfærin ár en þó ekki langt frá meðalagi síðustu áratuga. Fyrstu hræðurinn hafa verið, eða í fyrra, þá var fyrstu hræðurinn 4. eða 5. maí. Stundum ekki fyrir en undir 20. Það var þannig viðrar. Eins og ef við erum núna undanfarið, það var ekki sért fugl hér upp í Hólma, það er fyrst í morgun sem er svolítið strjálingur það var svolítið strjálingur að æðarfugli, en það er ekkert núna meðan daginn. Höfnin og Hólminn hafa fengið bláa fánan eins og ég sagði í upphafi, en þetta er viðurkenning frá umhverfissamtökum og fánanum verður flaggað fyrst í ár á sjómannadaginn en þá voruð mikið dýrðir í höfninni við Hafnarhöfða. Þar verður til dæmis messað undir berulofti og sjómennirnir fá sér sundsprett í höfninni og ýmislegt fleira verður gert til að skemmta fólki. Já, æðarfuglinn virðist átta sig á hvar hann er velkominn og hvar hann getur búist við vernd yfir varptíman. Já, það er svo sem ekki mikið að taka á móti. Hann sér fuglinn sér þetta sjálfur. En maður svona er svolítið að dunda og þykist vera að laga eitthvað fyrir hann. En það skiptir ekki öllu máli hvað gert er, en það er ábyggilega töluvert atriði að fuglinn viti af því að það séu mannaferðir og eitthvað sem verður að gera svona fyrir hann. Það skiptir ekki öllu máli hvað það er. Það eru nefnilega til þess skepnur sem telja æðarfugls egg og unga til veislufæðis. Þar á meðal til dæmis íslenski refurinn og svo minkurinn. Refur hefur aldrei komið hér út í Hólma. Það sé alveg hennar línur. Minkurinn, það þarf að vera á vakt allt árið að reyna að halda honum í stjæðum. En það hefur tekist þokkalega að halda niður í minknu hér í Borgarfjarðarhreppi. Það eru 3-4 menn fyrir utan mig sem eru með minkaboga allt árið. Það er ekkert annað að halda þessu niður. Það er að leggja fyrir þetta boga
leggja fyrir hann boga, það sem hann gengur helst En það greinlegt að það er mikið minna af mink núna síðustu 3, 4, 5 árin heldur en var á tímabili. Það til dæmis ekki koma minkur hérna í hálfmanna varptíma núna í 5 eða 6 ár. En þegar Magnús hafði sleppt þessum orðum gekk hann að einni gildurinni rétt við hliðið að hólmanum og þar fann hann einn hans stærsta mink sem veist hefur í Borgarfirði seinni ár. Nú það enn kuldalegt í Vopnafirði en til þess að hlýja okkur aðeins og gefa mynd af sumardýrðinni sjáum við hér myndir sem Hjalti Stefánsson tók í fyrrasumar. Þá rakst hann þarna á steggi af ýmsum gerðum og sumir þeirra voru meira að segja syndandi í höfninni. Nú vargfugl ofta hrekkjakollurnar og þar silfurmáurinn einna atkvæða mestur. Það þarf því að hafa vakandi auga með varpinu í þá 2 mánuði sem það stendur. Já, ég veit ekki hvað við segjum það. Þetta nú held ég alls það sem að varp eða fuglalíf þá reynt að halda varginum í stefum hvort sem það er vargfugl eða minkur eða refur. Undanfæri sumur hafa verið 12 til 1400 hreiður í varpinu í hólmanum hjá Magnúsi, þannig að á meðan varpið stendur sem hæst, á meðan blikinn enn með kollunum, Magnús með eina 3000 fugla í sínum hótelum. Þá líkar honum lífið og kollurnar ánægðar með ristina og þakka fyrir sig með vænni visk af æðartún. En ég segi bara takk fyrir í dag, Glettur verða aftur að viku liðinni, klukkan 18:30. Sjáumst þá og bless á meðan.